Takk. Fyrra. Já. Og hvernig tilfinningin er þetta að vera komin svona út fyrir landsgreinana? Mjög gaman. Mjög spennandi. Og hvernig er svona búin að vera? Hvað er búið að vera lærdómsríkt og hvað er búið að vera erfiðast? Ég veit það ekki alveg. Örugglega bara allt gaman. Já. Og lærir það mikið? Eru strákarnir og stelpurnar duglegar að... Já, það eru allir tilbúin að hjálpa öllum alltaf. Já. Og þú finnst lánaðan hestur, ekki? Jú. Og hvernig hestur er þetta? Þetta er 5-gangari samt aðalega skeiðhestur. Þetta er, já. Er ekki svolítið erfitt að taka svona hest og keppa á hann og vera ekki búin að kynnast hann? Jú, en nei, það er samt mjög gaman og svona mjög lærdómsríkt. Það er að læra inn á fljótt. Já. Og hvað, ertu búinn eða eitthvað meira eftir? Það er 100 metra skeið á morgun. Morgun? Já. Og hvað ætlar að gera þar? Bara mitt besta. Eða ekki? Jú. Herru, takk fyrir spjallið. Við sjáumst bara og gangið vel eftir. Takk. Eða á morgun. Takk. Heyrðu, það eru bara ansi margir sem verða. Það eru B-úrslit á morgun og það er til dæmis í T1 töltinu, það eru Jóhann og Reynir. Og í T2 Young Rider, þar er Þórdís. Og í T2 fullorðins, þar er Agnar. Og ég er ekki komin lengra, þetta eru svo margir, ég þarf að fara yfir þetta á blaði. Þetta er langir dagar? Já, fyrsti dag var mjög langur. En þetta er alveg vel þolanlegt og búið að vera mjög gaman. Já. Hvað er svona búið að vera áhugaverðast að fyrir þeim? Ég er bara góður lýsandi. Gaman að vinna með kallinum einu sinni. Hvernig gengur það? Ég meina, þið eru náttúrulega vön að fara að vinna saman með ýmsu hlutum, en er það erfitt hægt að lúffa eða að vinna eitthvað saman? Nei, sko þegar maður býr og sefur og gerir allt með kallinum, þá eru þessi dagar ekkert öðruvísi. Þannig að við eigum bara vel saman í. Já, það hefur bara hver sitt hlutverk og sinnum því eins og passar. Og svo dekkum við hvort annað og pössum upp á hvort annað. Þannig að það fá allir að hvílast og borða hér.